gjörðu svo vel. Og gjörðu vel Arnóttan. Og Geisla og hinn koma hér á full fart. Geisla, það þannig að þau hjónin Doddi og Sigrún og Svanavatni komum meðan til okkar held ég eitthvað í kringum áramótin 2012-13 og svo byrjaði pabbi að þjálfa hann og upplegið að fara með hann í einhvern aðflokk og eitthvað svoleiðis og svo er mikið að gera hjá okkur þarna voru, pabbi að fara á HM og svona og ég tek svona við þjálfuninni einhvern veginn eða svona meðan hann í burtu og fleira sko og setjum í gírinn og fyrir með hann á gæðingamót og það gekk alltaf þrjusu vel fór 2 gæðingamót sumarið og unnum þau og svo fór ég fyrra vor að stilla hann upp í 5-gang og það gekk strax bara mjög vel sko og í rauninni það er alltaf fór mikil vinna í að undirbúa það allt saman og svona en það fór strax að ganga mjög vel og hann er sko komið svo rosalega óvart með hann sko að þegar maður fór að vinna með það er svo ótrúlega gæði í öllum gangtegundunum sko og þetta er æðislegu karakter og svoleiðis sko og svo núna er þetta bara alltaf smella hjá okkur sko. Hvernig ætli að eyða næstu 2 mánuðum fram á móti? Nú er það bara að halda áfram að slípa og dunda. Það eru ákveðin atriði sem ég þarf að fara mjög vel yfir áður en ég fer með hann næst þarna út og hugsa alveg eins og ég mögulega get og Hvaða atriði er það? Það er fetið Tóti að fá vellingarna hjá mér skal ég segja þér já, ég þarf að laga það, hann lenti í smá vitleysum í beygjunni og svoleiðis sko, en ég held að ég sé svona, ég er aðeins að hugsa ákveði hlut sem ég var að gera þarna vitleys sem við þurfum bara að leggjast yfir sko. Og það verður, við vöðum í það, núna bara strax. Morgun? Ekki því, hann fæði nú frí á morgun grei. Er hans framtíð ráðin eftir HM? Nei, það er ekki koma hreint hvert að fyrir en svoleiðis sko. Hann er til sölu? Já. Að því gefnu að þetta gangi allt saman áfram upp og við förum þarna út sko. Þú ferði gegnum lykil með hann en vannst í rauninni líka töltið? Já. En hefðirðu kosið sjálfur að fara með töltarann eða hvernig stendur það hér? Það var svona upphaflega uppleggi sko, svo er þessi náttúrulega rosalega góður núna og hann velst svona í gegnum lykilinn. En svo náttúrulega veit maður ekki alveg, það er kannski, ef það er svo eins og Íslandsmót ef við rýjum það og þessi er alls ekki að gera sig og hinn klárar að gera sig, þá held ég að sé jafnvel svigrúm til að hrókera þarna sko. Já, það er bara, nú er bara að halda áfram að þjálfa og slípa og sjá hverju það skilja mér. Til hamingju Gústi og gangi svo vel. Takk fyrir.